Já, við ætlum í þessari viku svolítið að fjalla málefni eldra fólks, ekki bara aldraðra, heldur fólks á svona seinni hluta starfsævinnar verður efni sem við ætlum að fást við og svo líka fólk sem allra elst, sem á hjúkrunarheimilum og þarf á mikilli umönnun að halda og allt þar á milli og okkur fannst best að byrja á að ræða við Hauk Arnþórsson sem hingað kominn, sjósvíslufræðingur sem hefur mikið skoðað hvað hefur að segja svona kjör eftirlaunafólks. Það ekki rétt eftir það getur passað. Ég gerði rannsókn á því 2017 og hef svona reynd að fylgjast með síðan. Já. Þetta hópur sem náttúrulega í svona kjarabaráttu og að einhver leiti þá svona þegar maður horfir yfir kannski jáfnvel bara síðustu 10 ár og þá svona stór hluti að baráttunni snúist skerðingar, það svona barátta sem að fólk tengir við baráttu gráa hersins sem að fór með það mál inn í dómsali og það fór allar upp í Hæstarétt og það mál tapaðist. Má ef við byrjum á pólitíkinni kannski áður við förum að meta svona hver staða hópsins þetta kannski tími sem tapaður í kjarabaráttu hinna öldruðu eða eftirlaunafólks? Já, því miður, þetta náttúrulega glataður tími og það hefur öll önnur barátt að leigja niður í meðan þessi málaferli átti sér stað og þetta auðvitað leit illa út í upphafi. Ég skrifaði nú þetta á blaði hjá iðnaðarmönnum 2018 að sem sagt, félagslega bætur eru ekki háðar eignarrétti, þannig að ég var mjög hissa á lögfræðingnum að fara í mál út af því að aldraðir ættu eignarrétt til ellilífeyris og síðan ríkinu heimilt að skiptum skoðun og breyta kerfi, þar að segja málið það að kerfið 1969 hefur að full verið lagt niður og kerfi félagslegs stuðnings hefur verið tekið upp í staðinn þar sem að öldruðum algjörlega mismunað og skerðing gengur upp og niður eins og í vaxtastyrkjum til ungs fólks sem að kaupa húsnæði í samvættu við barnabætur. Skerðingar eru algjörlega óhjákvæmilegar þar sem þú ert með félagslega kerfi sem eiga styðjað á fátækustu mest. Þetta þýðir það að einhver á vinnumarkaði sem með 400.000 og fær barnabætur fær allt í 500.000 í laun og hann fær ekki 100.000 í vasan því að minnka barnabætur. Það getur ekki verið í mál og heimta að fá sömu barnabætur og hann fékk áður. Nei. Skerðingarnir eru óhjákvæmilegur hluti að nýja kerfinu hjá ríkinu í sambandi við eftirlaunþega. Og þetta kerfi hefur fengið staðfestingu í ýmsum dómum áður. Já, þetta náttúrulega, það eru ef við förum bara í þetta, þá eru tvennslags almannatryggingakerfi í gangi í Vestur-Evrópu og Svíarnir eru til dæmis með bæði. Annars vegar það kerfi eins og var að allir fengju jafnt. Allir fá sömu upphæð og ef að þessi 90 milljarðar sem fara í málaflokkinu á Íslandi væri deilt á 50.000 aldraða, þá væri þetta 150.000 mánuði á mann. En þetta kerfi sem gengur í Svíþjóð samhliða kerfi félagslegs stuðnings, það var endanlega lagt niður hér 2016 og í stað þess erum við með kerfi félagslegs stuðnings einvörðungu og það kannski alltof svona umfangsmikið. Það kannski á að vera umfangsminna og við þurfum að leggja meiri áherslu á að allir fengju eitthvað og það eru ákveðin sjónarmið sem styðja það. En þegar þú ert komin með kerfi félagslegs stuðnings þá getur þú ekki komið og verið með há eftirlaun og sagt ég á rétt á hámarksbótum. Hámarksbætur í slíku kerfi fær bara sá sem stendur verst í þjóðfélaginu. Og það eru núna 385.000 og þú getur ekki verið með lífeyrissjóðstekur upp á 500.000 og sagt já, það var samið þetta 1969 því það var alls ekki gert, því það var allt annað kerfi í gangi
Það kerfi var fyrir fellt, þannig ef að fólk vil breyta þessu, þá verður að fara inn á þing og breyta lögunum. Það er ekki hægt að sækja það réttlæti til dómstóla. Nei, það er ekki hægt og það sem hefur raunverulega gerst að gamla pólitíska samkomulagið að allir fá jafnt, það er bara horfið af yfirborð jarðar. Já, hugmyndir velferðaríkið. Já, og í stað... Eftir því sáðan að það er meira að segja sko vinstri mennindi sem ætti að verja það, eru hættir að verja það. Þeir eru hættir að verja það og verkalýðshreyfingin líka og og það er sem sagt, það eru lagalega skyldur sem koma mjög sterkar inn með samningnum alþjóðasamningnum efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi að ríkið styðji þá sem standa höllum fæti. Þannig að ríkið snýr sér frá því að veita öllum styrk í því að gera þetta kerfi félagsstyrk og uppfyllir lagalega skyldur sína með þessu kerfi og það er ekkert upp á það að klaga í raun og veru nema við vildum vera á sama stað og Norðurlöndin og öðnur Evrópuríki og vera með einhvern almennan ellilífeyri sem við væri besta leiðin að fara núna til að ná sáttum í málinu. Það væri að búa til einhvern 40-50.000 kall eða 70.000 kall á mánuði sem allir fengju og þá minnkar umfang félagslega kerfisins að sama á móti. Og hvaða félagslega kerfi myndi minnka? Já, það eru greiðslur almannatrygginga? Til dæmis allir sem sko núverandi ellilífeyrir er sem sagt kerfi félagslegs stuðnings og ef allir færa að fá kannski 50.000 krónur frá ríkinu þá myndur hugsanlega hækka þeir sem eru á lægstu laununum og það kemur jafnt alla, kemur sama upphæðin á alla, upp allan tekjustigan en þá væru þeir sem væru með kannski 500.000 og meira í rauninni ekkert að bæta á sig því þú myndur kannski rýra kerfið upp á við, auka skerðingarnar eða koma einhvern hátt á móti vegna þess að þú myndur vilja kannski þú vilt að allir fái jafnt upp úr og niður úr. Það sem ég er að segja er að það er kannski svolítið fyrirferða mikið að vera eingöngu með kerfi félagslegs stuðnings vegna þess að þegar menn koma inn í þetta þá eru menn eins og í efnahagslegu fangelsi sko. Ef þú hefur aukna tekjur þá færðu bara minna á móti frá þannig að háan jaðarskatta þessar háu jaðarskattar sko. Sérstaklega kannski illa við öryrkja sem eru margir að reyna að vera út á vinnumarkaði og það er bara eiginlega ekki hægt. Já, þannig að það er sem ég er að segja þetta kerfi er orðið kannski full umfangsmikið og mætti draga úr því og hafa í staðinn meira eingreiðslu á allan hópinn sko. En þeir sem hafa minnst og kannski bara ekkert úr sínu lífeyrissjóði, hver verður staða þeirra þá? Já, hún yrði alltaf að vera trygg með félagslegu kerfi. Það er náttúrulega frum skylda ríkisins lagaleg skylda, hún er að styðja þá. Þannig að þegar að samtök aldraðra fara fyrir stjórnmálamenn og rökstyðja sitt mál, þá er alltaf auðveldast að rökstyðja og eðlilegast að rökstyðja að þeir sem búa við fátækt, það er þar sem ríkið hefur sterkustu skyldunar. En hefur það ekki verið gert? Jú, nákvæmlega, það er nákvæmlega það sem hefur verið gert. En þeir aldraði fara til stjórnvalda og vilja fá leiðréttingu sinna að gera og benda á þá sem að standa veikast, eða hafið ekki gert það? Hafið benda á þá sem að verða fyrir mestu skerðingunum? Já, þeir hafa benda á þá sem verða að verja eignarréttin en ekki framfærsla? Algjörlega. Og þar alveg situr þá líklega stór hópur aldraða eftir raunverulega án þess að sé háð barátta til þess að bæta þeirra kjör. Algjörlega. Og hver er staða þess hóps og gefið með mynd af því? Það hefur enginn lagt sig eftir því að greina hvað raunverulega felst í kröfum gráa hersins. En það er til dæmis það að ef allar skerðingar verða fellda niður frá febrúar 2019
og 17 eins og þau gerir kröfu og fyrningaréttur 4 ár, þá er 20 miljón krónur krafar á hverjum einasta ríkum eldri borgara á ríkið. Það er 480 milljarða krafa á ríkið frá öllum eldri borgurum. Þetta er starfið við Íbúðalánasjóð? Þetta er starfið Íbúðalánasjóð og það hefur engin fréttamaður og einhver dottið í huga kafa ofan í það hvað þýðir þessi krafa gráa hessis og á sama tíma, og það er mjög mikilvægt að mynda sátt gagnvart eldri borgurum, milli ríkisins og eldri borgara, þá verður ekki, er óhjákvæmilegt fyrir mig annað en viðurkenna að það hefði verið hörmulegt slys ef málið hefði unnist. Og það væri slys... Allur ávinningurinn hafi farið til þeirra sem að síst skildi. Já. Og svipa á leiðréttingin í húsnæðismálum eftir Og ég get bætti við það því að ég er svona ham að segja þetta að það er engin ástæði til að minnka skerðingarnar. Það er eina leiðin til þess að auka bili milli ríkur og fátæka er að minnka skerðingarnar. Og það er allt annað betra. Allar aðra lausnir þar sem að sama krónutalan kemur á alla. Allar lausnir eru betri en það. En hvað ef að barátta gráa hersins hefur ekki verið farsæl, náttúrulega var ekki farsæl niðurstaða, en það er líka tapað tími í svona hagsmun og réttindabaráttu aldraða. Fyrir hverju ætti, þetta er náttúrulega ólíkur hópur líka, en fyrir hverju ætti aldraðir eða eftirlauna fólk að berjast? Hvar kreppir skóinn? Hvar er ofta það góð leið ef maður ætlar að laga eitthvað, að laga fyrst það sem er bílað og þá er það líklega kjör þeirra sem að standa verst? Ég gæti farið yfir það hvað ég tel að baráttumálun ætti að vera. Ég ætla að nefna annað fyrst sem að er eiginlega aldrei í umræðunni. Það er tryggingamál. Það er þannig að á tímum nýfrjálshyggjunar, svo við segjum þetta nú bara eins og það heitir, Þetta tímabil heitir það. Það tímabil heitir það, þá hefur ríkið haldið að sér höndum í félags- og tryggingamálum, sjúkramálum og í rauninni hafa öll kerfin staðnað og við sjáum þetta bara á hverjum einasta degi þegar við förum til sérfræðilæknis og það er allt komugjald upp á 19.000 eins og eitt var að sína á netinu nótu fyrir og bara í gær og að það er orðið það verður alltaf lélegra og lélegra opinbera tryggingakerfið gagnvart almenningi og það er að fara að berjast fyrir því en það tryggingakerfið sem hefur komið í staðin gagnvart fólki á vinnumarkaði eru félagssjóðir verkalýðsfélagana og það skrýtna er að verkalýðshreyfingin skuli hafa samið þetta og fengið atvinnurekendur til þess að kosta þetta því þeir kosta þetta að 80% það eru 4% af launum sem vinnuveitendur setja bara í þessa sjóði og einhverjum hefði nú þótt að skattur eða ríkið hefði tekið 4% af heildarlaunum í ríkissjóð en þetta þýðir þetta er þannig að 5% af heildarlaunum fer í þessa sjóði og hvert félag er með sína sjóði og fólk sem er á meðaltekjum það á svona 450.000 þarna eftir árið en láglauna fólk á kannski 280.000 eða hálauna fólk á kannski 1 milljón eftir árið. Þannig að þetta tryggingakerfi, það tryggir mun betur þá sem er á hálaunum en lágum. Og bara þá sem er á vinnumarkaði? Bara þá sem er á vinnumarkaði og það er engin jöfnuður í því. Þetta að segja það að þetta kerfi deyfi áhrifi niðurskurðar og niðurbrotstefnu nýfrjálshyggjunnar á heilbrigðiskerfinu þar sem að er alltaf verið að hækka komugjöld og annað slíkt. Deyfi það gagnvart fólki sem er á vinnumarkaði en ekki þá sem eru farnir af vinnumarkaði? Já, fólk á vinnumarkaði tekur ekki eftir þessu. Það fer með reikningarna sína fyrir heilbrigðismálin bara til stéttarfélagsins. Það fer með reikningarna fyrir nýju glerunum og þetta slíku og svo þegar þú ferð að vinnumarkaði og verður eldri borgari þá vaknar það allt í einu upp við vondan draum því það vantar
miðað við meðaltalssjóð verkalýðsfélag þá vantar 21 miljard á ári bara til þess að hafa sömu tryggingar gagnvart eldri borgurum og ef það væri jafnt og með tryggingakerfi verkalýðsfélagana. Þannig að segjum að þú værir í VFR og ert orðin hættur að vinna, orðin eftirlauna því að þú fengir að vera áfram í sjúkrasjónum þeirra og svoleiðis, þá vantar 21 miljard inn í kerfið. Það vantar 21 miljardinn í kerfið. Ég verð að taka það fram að... Það er þá 21 miljardur sem eldra fólk borgar þá? Nákvæmlega borgar úr eigi vasa og það sem verra er að lagaskyldur ríkisins eru náttúrulega að mæta þeim mest sem mest þurfa á því að halda og það er þannig að fólk þarf meira á félags- og sjúkratryggingum að halda þegar það verður eldra og það eru ákveðnir hlutir eins og lækningar, við getum til dæmis, mér finnst gaman að taka nýlegt dæmi af kunningja mínum sem þurfti að fara til tannlæknis út af 3 krónum og einu implandi, hann borgaði 1 milljón og Tryggingastofnun og ríki segir við borgum 50% á móti eldri borgurum í tannlækningum en svo er það með þak og af þessari 1 milljón borgar hann 950 vegna þess að þakið á þessum tannlækningum er 50.000 sem er bara grín. Þannig að það er alveg sama hvar þú lítur, gamla fólki það þarf að setja sparnaðin sinn í að halda upp í sinni heilsu, hafa tennur í lagi, hafa sjálfa sig í lagi og það segir sér alveg sjálft hvaða hópar það eru sem verður vanræktir í þjóðfélaginu í þessu ástandi. Og fyrir þessu er enginn að berjast? Fyrir þessu er enginn að berjast og verkalýðshreyfingin þegir þunnu hljóði, hún hefur einhvern veginn frá 1946 þegar hún barðist fyrir breytingum á þjóðfélaginu og verkvöllur og haldin til þess að fá almannatryggingar og annað slíkt. Hún hefur einhvern veginn farið yfir það að berjast bara fyrir sína félagsmenn og þetta nær út yfir allt. Þetta, til dæmis í húsnæðismálum þá er verkalýðshreyfingin núna að byggja einhverju leyti fyrir fátækt fólk sko. Fyrir launafólk? Fyrir launafólk, fyrir þá sem eru á vinnumarkaði en svo ekki þá sem eru utan vinnumarkaðar. Og hlutullin eru cirka þannig að það eru tæplega 200.000 manns á vinnumarkaði og það eru 100 til 110.000 manns utan vinnumarkaðar og það eru af fullorðnu fólki 18 ára og eldri. Þannig að það er verið að bæta og stoppa upp í velferðarkerfið gagnvart þessum 200.000 sem eru á vinnumarkaði en það er ekki og hinir lifa þá við óstoppaða göt sem að lífráskan skilur eftir. Já, og maður hefur sko í gegnum tíðina sko hort til Bandaríkjana þar sem að fólk missir vinnuna og missir þá eiginlega alltaf því að það missir trygginguna. Tryggingin fylgir vinnunni í Bandaríkjunum flestum störfum og svo missir það vinnuna, þá missir það tryggingu, sjúkratryggingu og annað slíkt og getur farið bara á götuna við að missa vinnuna og maður hefur hort á þetta og hugsað mikið er við heppin að vera á Norðurlöndum og sé ekki svona hér. En við erum að taka hænuskref í áttina þessu. Við erum að gera það. Herðu, en þá er þetta væri ein krafa sem að geti verið að fólk sem er utan vinnumarkaðar hafi sömu stöðu gagnvart heilbrigðiskerfinu og þeir sem eru á vinnumarkaði. Hvað er að meira sem aldraðir gætu sett á oddinn annað en að berjast gegn skerðingum? Það er náttúrulega fyrst og fremst að taka á fátæktinni og það er einfallega of lágt hæstbætur eru einfallega of lágar og það má líka segja annað að þess að bætur gagnvart fólki sem er í sambúð eru verulega mikið lægri, þeir eru 77.000 lægri en þeir sem búa einir. Sem er ekki í samræmi við hvað er ódýrar að búa saman eða tveir eða... Já, það er ekki í samræmi við mannréttindi, sko. Þú hefur ekkert meiri laun út á vinnumarkaði þó þú búir einn og hérna... En þetta er framfærslu stuðningur, þannig að þá er kannski eðlilega að taka tilliti til húsaleigu og annars slíkt sem er ódýrari ef fólk er saman? Já, ég held að eina meginkröfunum væri að gera almennilegt styrktarkerfi kringum húsnæði vegna þess að þeir aldraðir sem leigja, þeir standa mjög illa og fólk getur líka verið í erfiðleikum með að reka húsnæði sitt
og þannig það getur þurft að vera húsnæðisstuðningu líka við þá sem eiga en ég held að húsnæðisstuðningu þurfi að vera bara alveg sérstakt kerfi en ellilífeyrinn sé og ég verð nú að segja eins og stjórnsýslufræðingur hann verður eiginlega vera eins fyrir alla þannig að mér finnst það en það má alveg deilum það hvernig það á að vera síðan kæmi til mála að stækka frítekjubilið. Það eru svo stórir hópar, sérstaklega af eldra fólkinu sem hefur lítið lífeyrisréttindi, bændur, einyrkjar, listamenn og aðri slíkir og svo ekkjurnar sem unnu lítið úti. Þetta fólk kannski einhverstaðar á bilinu með 25 til 100.000 krónur á mánuð og leiðuð komið með 25.000 krónur í laun frá lífeyrissjóði þá farin að lenda í skerðingum. Þannig að þetta frítekjumark hækkað á 25.000 upp í 100 það myndi taka næst fátækasta hópinn og gefa honum svolítið og það að auka frítekjumarkið það hækkar krónutölu upp. Það væri þá ekki nóg bara, það þannig að ef ég með launatekjur þá ég með frítekjumark en ef ég tekjur það frá lífeyrissjóði þá ég ekki með það. Það þannig? Það leggja til að það sama gildi lífeyrissjóðstekjur og atvinnutekjur? Já, mætti gjarnan gera það en það náttúrulega mjög hátt frítekjumark á atvinnutekjum núna, það 200.000. Já, þannig þú leggja til bara helmingina því? Já, ég nú bara leggja það til en ég nú fyrst og næst að hugsa bara lægstu hópana og það þeir sem þarf að taka á. Það eru þeir sem eru bara í djúpri fátækt og svo eru þeir sem eru eiginlega þarna það væri með því að hækka frítekjumark lífeyrissjóðstekna væri hægt að láta það fólk losna við svona þennan stöðuga afkomu kvíða sem að það dæmt til. Þá það kannski eitt stærsta máli sem að tengist eftirlaunafólki náttúrulega lífeyrissjóðirnir sem að eru stórt fyrirbrigði. Finnst þeir þjóna samfélaginu, lífeyrissjóðir? Sko ég mér finnst almennt, svo við byrjum bara á því, mér finnst almennt mjög lítil gagnrýnin umræða að eiga sér stað lífeyrissjóðuna og kerfi verkalýðsfélagana, félagslegu kerfi verkalýðsfélagana. Sko það þannig að lífeyrissjóðir eiga tæplega 7.000 milljarða, þeir eiga 43% af öllu eignum atvinnulífsins á Íslandi. Lífeyrissjóðir eiga 3 sinnum meira en ríki og sveitarfélög eiga samanlagt. Lífeyrissjóðir borgar 200 milljarða á ári í lífeyri, meðan ríki borgar 90. Sjúkratryggingar í Íslands eru með 60 milljarða. Félagskerfi verkalýðsfélagin með 100 milljarða. Verkalýðsfélagin eru miklu stærri tryggingartaki gagnvart almenningi en ríkið og það miklu stærri og sterkari fjárhagslegur aðili en ríkið og ef ég vinstri sinnaður þá má ég ekki gagnrýna lífeyrissjóðin eða verkalýðsfélagin. Mér upplifið það þannig að það sé þöggun hjá því fólki sem raunverulega baráttuglatt og tilbúið til þess að bæta þjóðfélagið. Það sé þöggun gagnvart þeim kerfum sem eru félagsleg. Þetta eru félagsleg kerfi. En almenningur, verkafólki hefur ekki neina stjórn á lífeyrissjóðum. Það stýrt af fulltrúum fyrirtækja í þetta. Algjörlega. Algjörlega. Þannig að það full ástæði til þess að gagnrýna þetta og ef við förum, ef við má segja nokkur orður lífeyrissjóðuna, þá hef ég séð til dæmis þýskusjóðina sem eru eins og til dæmis, ég man ekki hvað þetta frægasti heiti núna, en þeir ábyrgjast ákveðna greiðslur. Þú greiðir í sjóðin gjald núna og 30, 40 og það ábyrgist það ákveðna upphæð þegar þú verður 70 að lágmarki. En svo gæti það áastast betur. Þannig að þeir eru á markaði, þeir áskilja sér rétt til þess að það sé einhverja sveiflur í því hvað peningarnir verða miklir, en þeir lofa ákveðnu lágmarki. Sko hér eru sjóðirnir sennilega allt og margir og allt og veikir miðað við þessa þýsku sjóði
þeir lofa engu og þeir gera og þurfi ekki að standa við neitt. Og þeir þurfi ekki að standa við neitt og ef eitthvað kemur upp á, ef þeir gera vitleysu, ef þeir kaupa flugfélag eftir flugfélag sem fer á hausinn, þá lækka þeim bara iðgjaldið og til dæmis af því að það er nú mál sem ég hef farið aðeins inn í, það eru eknamálin að á síðustu öld voru reglu lífeyrissjóðuna þannig að flestir sjóðir voru með makalífeyri og kallarnir sem voru útvinnandi og konurnar voru ekki útvinnandi, þeir keyptu réttindi með makalífeyri. Síðan standa ekkjurnar núna, það lifa 7 árum lengur en kallarnir eitthvað svo standaði núna gamlar og eða fullorðnar og búa við fátækt. En eknalífeyrin er eitthvað, hann er bara svo stuttur eitthvað, það sé bara 2 ár eftir. Hann er bara 2 ár núna vegna þess að hann hefur verið tekinn af með nýjum samþykktum allan tíman og þegar ég tala við lífeyrissjóðina þá segja þeir já en nú vinna bæði hjá hann úti og ég segi já en fólki sem er á lífeyri frá ykkur, það vann ekki bæði, þá vann ekki bæði hjá hann úti. Þá segja já, sko ef við förum að borga ekki honum eitthvað þá þurfum við að lækka hjá öllum hinum. Þannig það er alveg sama hvaða skuldbindingur þú gerðir á síðustu öld, þú ætlar ekkert að standa endilega við hana, þú gerir skuldbindingar að vera með eknalífeyri, en þú bara breytir með nýri samþykkt og nýju lögin frá Alþingi lífeyrissjóðana, það gerir það fyrir 2 ára eknalífeyri, eða semst makalífeyri heitir það. Þannig ég tek þetta sem dæmi það að sjóðirnir fara sínu fram og það er spurning hvort svona miklu peningar hvort það má geyma þá í svona veikum gjaldmiðli. Hvernig getum við tryggt það að fólki sem er að borga núna 7,5% af laununum sínum og vinnuveitendin á móti 8%, það má segja að þetta sé allt saman 15,5% af launum viðkomandi, þú ert að borga þetta alla æfina. Hvernig getur þú tryggt að þú lifir áhyggjulausu ævikvöldi þegar þú ert að spara þetta í krónu og þú ert með í þessu litla efnahagskerfi þar sem lífeyrissjóðnir eiga núna 43% af öllu landinu. Já, þá vex sjóðurinn í takt við hagkerfi sem hann fjárfestir innan. Já. Og þetta er eiginlega, ég held með að Gylfi Magnússon eiginlega bendir á það að með því að þeir fjárfesti hér innanlands að þá er eiginlega allt eins gott að hafa gegnumstreymiskerfi. Já. Og hann er svona ekki lagt til að við hættum með lífeyrissjóðakerfi eins og heldur við fyrir að skoða alvarlega að hafa hluta af því gegnumstreymis. Já, ég hef lesið það, það hljómar mjög eðlilega. Það er eiginlega rökið fyrir því að þú fjárfestir svona mikið inn í hagkerfinu, þá sveiflast lífeyrissjóðin áherslur þess bara með hagkerfinu. Já, og ef þetta greiða innan þess. Já. En svo náttúrulega alltaf krafa að sé fjárfest meira erlendis, en þá það náttúrulega verið að taka út úr íslenska hagkerfinu hvað er þetta árið, 15,5% af launatekjum almennings og flytja það til útlanda. Já, það er nú gert eins og til dæmis með norska olíusjóðin. Það er auðlindur sem ekki var til áður inn í hagkerfinu sem var dælt upp úr jörðinni. Hitt er að taka hluta af launa, það er svolítið eðlismunur á. Þannig þú heldur ekki að það þurfa breytum gjaldeyri út af þessum eftirlaunum? Ég veit ekki, með þess að ég er samanlega að það er að tala lífeyrissjóðina að einhverjum ekki láta eins og við séum við bara tala heiðarlega þetta. Algjörlega. Þetta er lýsa, þetta er náttúrulega stærðin á þessu og bara fyrirferðin er svo gengdalaus að það er alveg fáránlega lítið talað lífeyrissjóðina og hvernig þeir geta þjóna samfélaginu sem best. Já. Það er mjög. Og eftirlaunafólkið, talandi það, þegar það er búið að vinna, eins og ofta sagt, búin að vinna alla sína hunds og katta tíð, borga skatta og skyldur og yfirgjöld. Já. Og svo þegar ég er eftirlaunamaður, þá er þetta sem ég fæ. Já. Þannig að það eru stór hlutir af þeim sem eru, viðskiptamenn lífeyrissjóðna sem upplifa þessi svikna af þeim. Og það er kannski það sem að dreifa áfram gráa herinn. Algjörlega. Hversu almenn svo tilfinning var að þetta samkomulag við samfélagið að maður myndi fá áhyggjulaust ævikvöld, að það var svikið. Já. Það er það. Það sem er athyglisvert við þessi
mál öll sem mann fyrir mig sem stjórnsýslufræðing það að verkalýðshreyfingin með samningu sínu við atvinnurekendur hefur alveg frá 1969 þurfum bjóð til lífeyrissjóðina og svo með sjóðum sínum. Hún hefur gert sér ríki í ríkinu. Þar sé þú komið umtalsverðan hluta af verkefnum ríkisins til aðila út í bæ. Þú ert kosin til Alþingis á morgun. Þú er ekki minnstu áhrif á þetta. Þú getur ekki haft neina áhrif á þetta. Það skiptir engum máli hvaða stefnu þú hefur í þessu. Þú sem félagi segjum bara Glitni, þú aldrei engin áhrif á því hver stjórnar Glitni? Alls ekki. Þetta þú... Og jafnvel þótt þú kjósir eitthvað í þínu verkefnisfélagi og þeir tilnefna einhvern í Glitni, þá nú eiginlega raunin svo að það eru fulltrúar atvinnurekenda eða fyrirtækjaeigenda sem hafa fyrst og fremst móta stefnuna sem meðal annars þú nefndir öll fyrirtæki sem að lífeyrissjóðnir eigi. Það stefna svo að við gerum bara eins og ríkasti einkahlutafinn gerir í félaginu. Það eru bara hagsmunni peningana sem ráða. Það alveg ljóst. En þetta lítur í mínum huga frekar illa út og ég held að verkalýðshreyfingin þurfi að hugsa sig tvisvar og sérstaklega vera með þessa litlu félagslegu sjóði út allt sem eru með ólíka reglur. Þetta þarf að slá þessu öllu saman og svo hugmynd að vera með almannatryggingar eins og var hér og að ríkið sjáu þetta miklu hagkvæmari og betri og ég veit ekki í neinu landi að það sé verið að útvista ríkinu að þú sýnir hjá OECD í tölum. Þú ert hægri maður á Íslandi, þú ert búin að hafa hægri ríkisstjórn á Íslandi í 20-30 ár og þú sýnir tölum hjá OECD að ríkið frekar smátt í sniðu. En þú heldur ekki fólkinu í landinu nema til þess að hafa sæmilegt félagsmálakerfi. Þannig að verkalýðsfélögin hafa búið til með atvinnurekendum allt annað umhverfi fyrir sitt fólk og þú ert með ríki í ríkinu þar sem þetta fólk fær ágætis aðstæður og það kemur ekki fram í alþjóðlegri statistík að þetta eru ríkisverkefni, að ríkið svona stórt samneyslan í raunverulega miklu stærri á Íslandi. Þú tekur þetta með. En munurinn líka, Haukur, að það sem þeir borgað inn í kerfið, að í þessu kerfi sem byggt þannig til hliðar við ríkið, þar gildir ekki tekjujöfnunar kerfi skattkerfisins. Þar greiða allir sama hlutfall til lífeyrissjóðin, sama hlutfall til sjúkrasjóðin, þannig að byrðarnar að greiða inn í sjóðin eru miklu meiri í þessu kerfi hjá þínum lagarsettu heldur í gegnum skattkerfið og tekjujöfnunar systemi sem þar er. Og gömlu hugsununa nákvæmlega og þeir sem hafa lægsta tekjurnar hafa veikustu sjóðun og fá minnst tilbaka. Þannig að stéttaskiptingin framlengd út fyrir gröf og döða. Já. Þetta ekki fallegt sem við erum að tala? Nei, en það kannski, fyrst við erum að mála svona dökkum litum að nefna að það ekkit óeðlegt að standa fram fyrir verkefnum og þetta eru verkefni í þjóðfélaginu sem við þurfum að vinna og að mörgu leyti eru þau miklu léttari en var 1946 þegar almannatryggingakerfinu var komið á, 1969 þegar lífeyrissjóðskerfinu á vegna þessi kerfi hafa öll byggst upp og þau eru til staðar. Það þarf bara að endurskipuleggja þau og það þarf að horfa heiðarlega framan í það að skipuleggja samneysluna eðlilega. Þannig að þessi kerfi þjóni samfélaginu og fólkinu sem býr í. Þjóni þjóðfélaginu og að skattkerfi sé eðlilegt og allir það bæði ríkjur og fátæki þurfa að vera sáttar eins og við sjáum á Norðurlöndunum menn borga 56% í fátækjuskatti í Svíþjóð svo fá menn ellilífeyri og það eru allir þjóðfélagshópar sáttur við þessa norrænu þjóðfélagsgerð og við ættum að geta verið það hér líka. Herðu, látum það vera lokaorðin Haukur, þakka fyrir að koma og ræða kjör eftirlauna fólks og ekki síður lífeyrissjóðana og tryggingakerfi og verkalýðshreyfingar og annað slíkt. Við munum halda þessari umræðu áfram sem að Haukur með hér, en við munum líka vera með núna í vikunni svolítið svona áherslu á eldra fólk og sem geti fylgst með því að fylgjast með rauðaborðinu sem verður aftur á morgun.